Nú ætlum við að kíkja aðeins á stæður. Áður en við förum að skoða stæður þá þurfum við að vera með röð reikniaðgerða algjörlega á hreinu. Það er alveg sama hvað við erum að reikna, við förum í gegnum þetta út frá þessum sömu reglum og við reiknum alltaf frá vinstri til hægri, það er að segja í sömu röð og við lesum. Fyrst athugum við hvort það séu svigar, síðan athugum við hvort það sé veldi, svo margföldum við og deilum og að lokum leggjum við saman og drögum frá. Og við skulum reikna í gegnum þessi 3 dæmi hérna, byrjum hérna lengst til vinstri. Þá þurfum við fyrst að athuga, er svíi, engin svigir, er veldi, ekki heldur, er margföldun eða deiling, já það er margföldun. Þá byrjum við á að klára þessa margföldun. Og 4 sinnum 3 eru 12 og 5 + 12 eru 17. Ég þarf ekkert að skrifa svarið hérna fyrir aftan frekar en ég vil. Má það alveg. Hérna er svíi, já, hvað kemur út úr sviganum? Það kemur 100 deilt með 3 og ég fæ 33,33 út úr þessu. Slá það bara inn í vasareikni. Síðasta dæmið er svíi, já það er svíi hérna, hvað kemur út úr sviganum? Það kemur 2 út úr sviganum. Hér verður 5 í öðru pluss sinnum 2 í öðru. Hvað var að gera næst? Jú, reikna út úr veldunum. 5 í öðru er 5 sinnum 5, það er 25. Pluss 2 sinnum 2 í öðru eru 4, 2 sinnum 2. Er margföldun eða deiling? Já, það er margföldun hérna. Bæti svo því sem eftir er við og ég fæ út úr þessu 33. Sjáðu hvernig ég geri eitt skref í einu og ég skrifa niður hverja einustu línu, reikna alltaf út úr einu, skrifa restina dæminu eins og það er. Reikna út úr stundum tek ég eins og í þessu tilfelli 2 í einu, skrifa restina eins og hún er hérna. Reikna út úr þessu, skrifa töluna, færi niður eða skrifa það sem er eftir. Með því að setja þetta svona niður, þetta verður svona eins og oddur. Dæmið styttist yfirleitt með hverju línu. Það gerir það ekki alveg strax hér. En ef þið setja þetta svona skipulega upp, þá er svo miklu auðveldara að leysa þetta. Líkurnar á að þið gerir klaufvillur verða svo miklu minni. Og nú ætlum við að sjá hvernig við einföldum stæður. Við byrjum hérna á nokkrum einföldum stæðum. Ef ég á 3x og bæti 1x við viðbót, hér mætti skrifa 1x en það er bara venja í stærðfræði að gera það ekki. Þess vegna segjum við hérna bara að þetta séu 4x. Ef ég er með 3x fæ 1x við viðbót. Ef ég hins vegar, ef við kíkjum á næsta dæmi, með mínus 4x pluss 5x, þá skulda ég 4x áður en ég byrja. Svo fæ ég 5x, 5k segi ég, þetta eru k. Hvaða bókstafur er hverju sinni skiptir engu máli. Að þá á ég 1k afgangs, er það ekki? Ef ég var komin í mínus 4 og fer svo 5 til hægri, þá enda ég 1 í pluss og það er venja eins og ég sagði áðan að skrifa ekki 1k heldur, skrifa bara k. Hérna get ég eitthvað að reikna út úr þessu öðru veldi hérna. Nei, hérna skulda ég 3g og fæ lánuð 7g. Þetta er 3g í öðru og ég fæ lánuð 7g í öðru í viðbót. Nú, þá skulda ég bara 10g í öðru. Ég veit ekkert hvað g í öðru er og þarf ekkert að vita það. Það er ekkert verið að spyrja mig um það. Það er verið að spyrja mig um hvort ég standi í pluss eða mínus og þá hve mikið. Og það eru mínus 10g í öðru. Hérna í síðasta dæminu, þá get ég ekki lagt þetta saman eða þetta saman. Ég get hins vegar lagt þetta tvennt saman. Byrja ég alltaf á þetta. Hvað er eins? 5 hérna og þristurinn. Og þið sjáuð að ég set inn í hringinn merkið sem er fyrir framan. Þegar ég fer að lesa þetta saman, þá er þetta 5y pluss 3y. Það eru 8y og þá er 5 eftir pluss 5.
Ég get ekki lagt upsilon og tölustaf sem ekki er upsilon saman þegar ég er einfalda. Nákvæmlega eins, þetta neðsta dæmið lítur út fyrir að vera hræðilega flókið. En það er það ekki. Við byrjum alltaf á hæðsta veldinu. Nú ætlum ég að byrja á að gera hring utan allstara sem er hæðsta veldið og merkið fyrir framan. Plus upsilon plus 4 upsilon, þetta er hvort ekki öðru veldi, gefur mér 4 upsilon í öðru. Nú er ég búið með þetta. Það sé ekki að rugla mig. Hvað er upsilon? Það er upsilon hér. Það er upsilon hér. Það er upsilon hér. Og það er upsilon hér. Hérna fremst er ekkert merki. Ekkert merki þýðir alltaf plus. Þannig að ég byrja hérna 5 upsilon plus 5 upsilon. 5 plus 5 eru 10. Plus 6 upsilon. Ég var með 10 plus 6, það eru 16. Mínus 2, þá enda ég í 14 upsilon. Hvaða merki kemur hérna á milli? Jú, af því þetta voru 14 upsilon í plus, ekki í mínus, þá kemur plus. Ef við enda með mínustölu, þá er þið komið mínus. Og nú er ég búinn með þetta, búinn með þetta, búinn með þetta og búinn með þetta. Hvort þið krótið svona onni þetta eða ekki er algjörlega ykkar. Þið finnið svolítið út úr því. Það má líka gera hring utan sumt og kass utan annað, streik undir það þriðja, til þess að þurfi ekki að streika svona onni í þetta. Ef við tökum það síðasta, þá er þetta eftir og þetta. Mínus 4 plus 6 eru plus 2. Og ég kemst ekki lengra með þetta. Ég má ekkert grauta saman öðru veldi, fyrsta veldi og þetta er í raun 0. veldi hérna, því að 0. veldi er alltaf 1. Þannig að hér er ekkert upsilon í fyrsta og upsilon í öðru og ég má ekki grauta því saman. Hefði verið 3. veldi hefði það komið hér fyrir framan. Það er svona venja að raða þessu í þessari stærðaröð, fyrst hæsta veldið og enda á tölustaf án bókstafsins. En þá er þessu lokið.